Sindaselir Komnir aftur að þessu sinni erum við á svona semi-mótni til Ég myndi segja að við séum bara í bítinu sko. Þegar við erum í bítinu Ég er ekki búin að fara út úr húsi án þess að sé bara komið bara dagspyrt í svona marga mánuði og núna leiði mig bara eins og ég væri bara að rífa mig í gang bara svona í tíma klukkan 8 í menntaskóla Ég var mættur klukkan 8 í gimbið í morgun og veistu af hverju, ég þurfti að rífa mig upp þetta var átak og ég þurfti að tala sjálfum í þetta í morgun skilja bara vel og ég óðafættur að því ég er að fara sko til Bandaríkjanna og stundum á það til því ég lendi í Bandaríkjunum að vilja fara bara að fá mér nokkra bjóra ekki dett í það, það fá mér 2-3 bjóra og svo fer ég að leggja mig þannig að þetta var svona viðleitni það að ég verið það þreyttur því ég kemur upp á hótel að ég sleppið að fá mér bjór þannig að í staðin fyrir að sofa út sem ég átt gert og þá er ég svo vel hvíldur og fleira og þá er ég það þreyttur að ég vil eiginlega freka bara að fara beint þetta er svona þess að halda niður í þarna í Ismanum. Hvað er þetta að fara? Til Denver. Líka 8 tíma munur og klukkan þú veist. Er það ekki svolítið skemmtileg borg? Eða hvað? Jú, ekkert eitthvað brjálæðslega en ég sem ekki það verið ekki reynt á það mikið ég fór þangað í sumar og þá hitti ég Gísla Gríms og þá strákana í Saltverk Gísli Gríms sem á Skál Þeir eru líka með Saltverk ég kaupi bara Þeir voru með svona kynningu, Saltverkskynningu og þá fór ég aðeins Þetta er huge brand Ég veit það, þetta er geggjabrand Huge brand og sérstaklega í Bandaríkjunum sko. Þú ert að sjá þetta bara í Walmart og þarna í Whole Foods og ég veit ekki hvað Saltwork Is it Icelandic salt from Westfjords Þarna voru þeir með einhverja risa kynningu og þá datt ég í dálítið skemmtilegan gýri með þeim og fór hans í miðborgina en annars hefur ekkert mikið reynt á þessu borg sko. Nei Alltaf náttúrulega að fara samt En ég veit ekki, En þetta er svona viðleitni mín til þess að ekki fá mig bjór Ég ætla að setja holla ákvörðun og fara beint að sofa og vakna að fara ekki með þegar núna er ég í, eins og fram hefur komið Faro 2026 Summer Hot Body og þetta byrjaði þannig að ég fekk mér 2 skamt af pre-workout í morgun doppelskamt úðaði mig kreatínu með ég var það víraður í framann að þegar ég kom inn í vörklass á eldi fór ég beint á klósett og eldi Var það bara út af ofneyslu koffíns? Já, ég hugsa það það hefði verið eitthvað rosalegt álag á pumpuna mína hjartapumpuna Elsku hjarta mitt Náður að komast inn í kerfið eða gubbaður bara út af þér öllu koffínu Þetta komast inn í kerfið þegar svo var ég alveg sko víraður í framann yfir feikir sem pre-workout Nei, aldrei, ég ekki smakkaði Nei, maður verður svona ótrúlega víraður í framann maður finnur fyrir svona þú veist, þetta er þannig að þið klæjar í framann og þú ert alveg bara svona þetta er smá eins og sért bara smá dópaðir í smá tíma híkalega skemmtilegt liggur fólk í þessu náttúrulega þetta gerir þetta fíknahöðun bara ég er að fara í ræktina ég ætla að fá mér hérna 600 milligram af koffíni og svo er maður að bæta hydroxycut á þetta og ég meina það er álag hydroxycut, það er svona til að slimma hydroxycut sér að munna mér sko þú ert í þröngu buxum og þannig að ég sé að þetta er flott læri Þetta er flott læra á mér, ekki? Takk fyrir. Það er vanlegt náttúrulega í víðara buxum og svona, en nú er það aðeins að flexa. Já, ég er aðeins að sína, ég er ennþá í gymgalanum, ég dreif ekki í sturtu. Nei, það er samt ekki lykt að þess. Nei, það er alltaf fínlykt. Já, það er ekki vandamáli. Þannig að Summer Hot Body, gengur vel, svo far. Mamma miskildi þessa sögu hjá þér með Summer Hot Body og hélt að þú ætlaðir að heilla víking eða eitthvað var rosalega það getur vel verið að ég geri það líka kannski ætla ég að heilla víking ég veit ekki hvað, ég ætla að heilla einhvern ég ekki mamma, hann er svona meira spáði bara svona strákunum á stöndinni sko. ég hugsa víkingur sín og ekki að fara ekki úr þessu það væri búið að gera það væri skrítið það er á seint dýra sem gripið þetta bókstaflega þannig að hann líka bara, þú veist, hann er náttúrulega að vera eldri og þú veist, maður náttúrulega er ekkert að hann er að fara að setla sér ráðbráðum bara getur ímyndað hann enda kannski bara með 2-3 börn ég hugsa að gera, ég hugsa að hann sé svona leit blúmir í þessu og það verður svona nokkur eins og við allir, við erum frekar rólegir allir yfir þessu sko. Svona með við alla vini mína sko, í uppeldisvinirnir sko. Þessum vinahóp mínum, þessum svona barbransa vinahóp, þar erum við dálítið eins og við séum allir hálfgeldir ég var að hitta einn annan góðvinn okkar, Hemma Átna Já, hann á barn. Svín nefna hann á barn. Kærasta hans söng með okkur Airwaves. Já, hann sagði með það. Já, hún er frábær. En hann sem sagt var að spyrja hvað er að frétta strákunum og
þessum og þessum og hvað enginn komið börn og ég gaf, nei, við erum helvíti ekki eitt barn helvíti slagir eitt bastarður komin undir nei, þetta svona eitthvað svona úlingahegðun, svona arrested development pæling hjá okkur og mér líður bara eins og, ef ég myndi eitthvað krakka þá væri bara eins og ég væri 15 ára það forever young pælingin já, og svo eru líka bara alltaf einhverjum svona stektum vinnum, þú veist, eitthvað allir uppeldisvinni mínir eru búin að vera bara svona í launamenn bara síðan að voru tvítur, skilur en veistu hvað ég sé fyrir mér með þess að Víkingur, vinnur okkar að hann muni eignast barn svona upp úr á 50-aldri og svona 42-3 þá er hann komið kærustu sem sko töluvert yngri 28 held ég það er trikkið og svo raðana þar niður 3 já, bara um leið svo verður 3 skilur, verið einstæði faðir og þetta verður einhver svona þannig framásala þar. Helgar pabbi jáfnvel eða svona önnur vika og sko núna að því að allir vinir mínir eru að skilja vá hvað allir eru að elska þessa fríviku vá, þarna er bara verið að fá sjálfstæði sitt aftur bara eftir 4 ár þetta er líka hópurinn sko sem er búin að vera að dæma okkur alveg lón og dón öfunda okkur, ég vil að það kemur út frá öfund, ég menna koma þeir eru búin að sofa enginn af þeim í mörg ár en svona meira samt sem á svona jæja Svenni, bara kaffibarinn aftur til 4:30, svo skilur fólkið þá fara þau á kaffibarinn og eftirpartí og láta svo rimma sig og fara í þess að kaffibarsröð ég labbaði framhjá helgina og hún var bara niður á laugina ég segi nei við henni þetta er allt skilnaði fólki þetta er skilnaði fólki og útlendingar ég var að tala við Allafannar hann er að vinna með mér upp á Rúf og ég, hvað með Ríkar eftir helgina hann er að taka barnapakkan svona seint sko? Og hann eitthvað, nei, ég hef bara búin í barnapakkanum ég líka maður myndi kannski bara dætt í hug kaffibarinn, er einhver það núna og ég bara, heyrðu, allir og hann eitthvað, ok, það er nú bara ágætt að heyra en svo var hann eitthvað, en ég myndi ekki komast inn að því að dyraverðinu er náttúrulega allir að erlendu bergi brotnir, þá getur ekki verið íslenskur celeb spaði, sko sagði hann svona létt gríni, skilur já, en sem er samt rétt mjög rétt hjá hann og sem er alveg gott af þessu leiti þú veist að kaffibarinn í den fólk er bara, ég er þessi, inn ég var alltaf fremst ég er að segja það með getið slæti í dag ekki lengur, það er gallin nei, veistu hvað ég gerði, ég veit ekki hvort því að einhvern veginn er búin að segja frá því en ég segi það aftur, vegna þess að ég, ég held að ég geti talið á fingrum annar hendi hvað ég er búin að fara mörgur svona á kaffibarinn síðan eftir COVID og fyrir COVID var ég eiginlega búin að fara í mikla hvildar og þarna og þá sem sagt gerist það að ég sem sagt fer einhvern tímann, þetta er einhvern tímann fyrir svona tæp ári síðan þá ætla ég að gera mig glaðan dag og kíkja á kaffibarinn og rifi upp gamla takta og ég mæti og ég einhvern veginn svona mæti og sé það mikið röð og ég sé þarna einhverja erlenda dýraverði og svo hugsaði ég bara, heyri Februr Hraðbank og tek út 5.000 skall já, fljótlæra ég meina, tíma peningar, hvað ætlar að vera í klukkutíma röð annars? Það sem ég ger sér, ég fer í röðina og er með einhverju öðru fólki, ég er bara að taka út 5.000 skall það fyrir liðið slætunum minn og ég er svona slæta til henni eitthvað, hello ætla að láta hann hafa dettu peningur svona krumpaða niður og hann eitthvað horfir á þetta og ég horf á hann og hann eitthvað sagði nei? No. Djúvill myndi ég að þykja 5.000 og ég veit að myndi ég gera það líka en 5.000 skall er kannski ekki mikill peningur í dag, ég veit það ekki nóg til þess að svona aðriðugrinn örlítið karfi í bónus allavega, en það verst er að þetta var svo pathetic moment til mér að það missi ég ætla að slæta núna á hann missa hann horfður á mig kannski fannst hann bara úkslega gaman að sjá mig pathetic þannig að ég þurfti svona tínan upp og svo horfði að krakkan og var eitthvað þetta gekk nú ekki aftast í röðina nei, ég fór heim eftir þetta múf nei. Sko, þetta er skemmtileg könnun sem við getum gert ykkur tíma við erum með 5.000 skall á okkur og við löpum á milli barana og sjáum hvar við getum mútað ég var líka einhvern tíman á þarna með einhverjum ungu sjálfstæðismönnum fyrir mörgum árum en þarna er ég samt að því ég var að vera í Rikka Príki í gamla daga þá var ég þá var maður svo mikið legend og þá gæti maður stokkið upp á milli barsins og farið upp og sveifla ljósunum og svo fer ég einhvað, þetta er svona 10 ár síðan aðeins minna, 8 ár 7 ár, veit það ekki, einhver starf aðeins rétt fyrir COVID. Þetta er svona rétt fyrir COVID og þannig að ég get ennþá verið meðlumur ungra sjálfstæðismanna á því tímbili og þannig að ég sem er náttúrulega bara 35 eitthvað bull þannig að þú veist ég er þarna, ég er kannski svona 33
En langt sinn hefði farið á priki líka og ég mæti þarna eitthvað algjör plebbi með einhverjum ungum sjálfum eitthvað, fyrir við fram fyrir röðina og ég var að reka priki eitthvað og gæinn horfir á mig, ég held að hann bara gefs upp og verið eitthvað að drífa ykkur brinn. Já, þú veist, bara fannst ég bara alveg umurleg manneski. Ég bara ekki nefnt meira. Nei, og þarna ég... Ekki eins og 5.000 að hann. Já, þetta var ógeðislega mikli stælar í mér. Bara gott að buga mannin, spara þær 5.000 skall. Spara mér 5.000 skall með því að þreita bara mannskapin. En það sem ég gerir sér, karmaða mér var þannig að ég sérst bara og þú veist, ég man því ég horfði, því ég var að reyka prikið og var svona gægilegi, þá horfði ég á þessa típa, þarna var ég einhver svona semi-jakkafötum. Ekki sven þetta var ekki alveg mjög svenlegt moment Nei, með susarónum hann var eitthvað gæja yfir mig leiðin í frambúð og held einhvern veginn að ég einhvern veginn svona fyrir að svipla ljósagrunum fæ tak í bakkið og þá varst ekki lengur í ungum sjálfstæðismönnum þá varst það gamalt sjálfstæðismæður þetta er samins bara ég held samt að engin ungu sjálfstæðismæður sé eitthvað ungur. Nei, ég veit að þetta er algjörlega pathetic. Geðsjúklingar, eldri geðsjúklingar. Þetta er eiginlega alveg pathetic lið. En þannig að þú fórst í bakkinu og þetta var svona annað moment. En þetta fekk ég tak í bakkið og ég hugsa, nei. Þetta er svona lágpunktar Svenna í næturlífinu. Þetta er, ég bara hef ekki oft, 5.000 kallinn tak í bakkið, þetta hefur ekkert verið gott moment. En, veistu hvað ég er bestur í dag? Ég er bestur á sviflasbröðum, ég fer á Irishman, það er ég góður, tek lagið. Já, My Way Ræna einstakka gítar, One Never Knows ég er góður í að kíkja veður ég reyndi að kíkja veður á laugardaginn það búið að loka, ég var að sitt Þú varst út á laugardaginn? Ég kíkti út á laugardaginn eftir vinnu og kíkti hans út og fór rétt í bæinn fór að Irishman, fekk mér 2 drykki fór aftur í partí það er gott múl það er mjög gott múl Varstu lengi til svona 5 Vá, vel gert Það er bara, þú veist það er brútali vel gert í dag ég meina, ég er orðin típa sem detta heim 2-3 en ég var til 5 vaknaði í hádeginu og komur á Mostli 3-leytið í Kópavoginum þá fór mér bjór og horf á leikinn það líður þér eiginlega bara best ég er ógeðislega góður á heimavelli þar hvað er pöppin, hálfpöttin því að þú ert að fara að flytja þetta í daginn það ert í rauninni bara að taka þátt í ég er raun og verið bara undirbúið mig fyrir frambúð já, basically svo flytur inn og ert bara mættur þekkir alla nú þegar það sem ég er orðið núna, þarna hitti ég þú veist Hrafnhildi Hebe vinkunum mína og þú veist þarna Geiri eigandi og Kristján Gunnars Ertu komin í eitthvað svona reikninga? Það er að líða að en veistu hvað er meira að líða að? Það er sko að þegar ég flytti í hverfið þá er ég eiginlega búin að lofa því að ég tekja vaktir Ok, mér finnst það spennandi. Ég ætla að taka kannski svona eina sunnudagsvakt. Já, taka mótið þunna fólkinu. Já. Og svona faðma. Já, og líka bara einhvern veginn, þú veist, og vera þarna bara eitthvað halló, þú veist, eitthvað. Hamburger. Já, einhvern setja leikina á. Þægilega svona hverfisbúlan. Ég held að sé, ógeðslega cozy fyrir svona... Þú voru að koma með mér. Já, ég ætlaði nýlega en svo gekk ekki með volt í staðinn. Já. Þegar var í urriðholtinu maður fenni alltaf ekki Nei, ég veist, þú lætið mig vita og ferð og þá fyrir við saman og tökum okkur að bjóra og gaman að það sumri líka, pallur og svona já ég get ekki talað nógu vel um þetta já, tökum hálftíma bara en ég kíkti líka, það sem ég gerir líka þegar ég er að undirbúa mig í Kópavoginn þannig að þetta er 200 postnúmerið og 201 þetta er að vera alltaf svona mitt forte einhvern veginn þannig ég kíkti í Ögurhverfið á Skalla Bistró já, sko, Bistró pældi því að vera skalli sjoppa og hafa því audacity þetta er Bistró að láta Bistró í nafnið þetta er Bistró, þarna er allt saman heima gert er þetta flott? Geggjað ég fekk mér eitt besta hambúrgari sem ég smakkaði alveg, en þetta er öðruvísi heldur en Skalla sjoppa já, þetta er uppgreitið Okay. En þetta er á sama fólki stundu getur nefnilega upgrade frá sjoppu verið smá, maður vill bara eitthvað sveitt það hefnast þetta, en þau eru náttúrulega líka svo getur þau að fara í Skalla Árbæ og þar fara í Svitan þú getur að fara á Skalla Selfoss þar byrja Svitan ég veit ekki alveg hvort þetta séu sömu eigundu þar en það er alltaf verið að halda í þarna í Bistró, svona franskt Bistró þarna í Ögurhverfinu en þannig þú veist allt saman gert úr ykkur avokadolíu og ég veit ekki hvað ég get sagt það og extra virgin, Philip og Berry allt saman 100% lífrænt upp á 10 en þarna fekk ég mér hambúrgara og ég var allsett, ég fann mig knúin til þess að láta stelpuna vita ég sagði, vá hvað þetta er flott hjá ykkur maður hitta kokkin hvað tókuð svona allarleið þangað því þetta er smá rúndur frá ég fór í ræktina
að því svo er ég að því ég er á einhvers konar rófi rockarófi og rófið mitt er þannig að mér finnst ótrúlega gaman að þú veist, nú býð í miðbænum eins og í dag, í morgun þú veist, ég fer í vörklass í Smáralindina þú veist, mér finnst ótrúlega gaman að taka rúndin finnst þér að tjekkaði út úr svona ringulreið miðbæjarins ég fer í vörklass í Egilshöll ég fer í vörklass í Ökvarfinu þú veist, ég hef einu sinni þá ég ætla að vera rektin, ég fór á Selfoss ég kerði upp á Selfoss steikt hegðun það er mjög steikt það er rófið sko hvert myndir og þarna er ég bara eitthvað á rúndinum og hlusta eitthvað podcast Akranes og er bara eitthvað að þarna ég held að sé nóg gott gimmar en þú veist, svo fyrir ég sund á Selfossi svo ég segi bara, vá, nú er ég búin að geða eitthvað dag ég er búin að fara á Selfoss, ég er búin að vera í ræktina, sund þú veist, hvað gerir ég enda á KFC þekkir engan líka, það er KFC stundum nei, engan á KFC sérstaklega þar en þarna fer ég í vörklassi Ökvarfinu og að þeim er langað bara að kíkja á þá stöð hvernig hún væri og fleira og ég hugsaði, heyrðu, nú bara frábært nú nýtti ég tækifæri og kíkja á skalla 10 hjá svona ég setti þarna eftir góða æfingu og fekk mér burger úr einhvers konar avokado-olíu og þarna en ég var að segja það, ef að liðið er að fara á rúndin framhjá kíkið við. Já, í smá bístró. Já, og sérstaklega, ég meina, það er fólk á höfuðborgarsvæðinu, það er að fara allir út á land. Þú veist, þetta keyrir þig framhjá. Þú ert að koma heim, bara að gera. Basically, það gefur mig eitthvað tilbúð. Þú ert komin út á landarna því að þarna eru hesthús og í Ökvarfinu, eða þú veist. Þarna ertu með vassendan. Já, þetta er svona hestamót eða eitthvað álíka. Var ég búin að segja, ég gleymdi aldrei að segja þegar ég var á Akranesi, rétt áður en ég fór til Flórída, þá fór ég auglæknis þar. Af því það var einn sem var laus. Já, það er vinsælt að gera það. Já. Ég veit það. Hún mældi með því hérna inn í heilsugæslustöðinni að það er bara svona, já, viltu koma til auglæknis? Já, þetta er 5 mánuði og ég er svona, að því að... Svo minnum takk fyrir, ég ætla að panta. Já, kíkja á nesið. Hún er góð, þessi eldri kona þarna, guður hún eitthvað, ég kan gefa númeri. Ekki vinsæl að segja greinilega. Já, fólk reynir kannski bara geta keyra klukkara. Ég nenni því. Ég fór fyrir auglæknin, nema hvað, að því að sko, ég er búin að fara í 20 sjónmælingar og seinast sagði gæi við mig, Costco gæin, pældi því 2,6 eða 2,7 fyrir sjónmælingu þar í Costco? Já, pældi því 2,7 eða eitthvað og gæin, ég er búin að fara í sjón sjáðu bara út allt Já, við erum hættir að vesla við þau Já, eiginlega þú veist, að því að sko þarna voru þeir bara, já, þú ert svona, þú ert með þetta svo fóru til hérna Gumma eða whatever, hérna í Costco reynsluboltinn og hann bara, eftir smá stund bara þú þarft að falla auglæknis Hvað ert að segja? Þetta sá hann bara leið sjón og hann sagði þú ert case á 5-6 ára fresti þá kemur einhvers og þú sem að bara sko sérði jafn vel eða illa í mínus einum eða pluss einum bara ég var í ruglunu skilur og hann sagði bara þú verður auglæknis og hún gefið dropa mjög, sérðu, þetta er fyrsti Costco-gæinn fyrsti þetta hefur sjáðu nefnilega fólkið ekki sagt mér það var ekki fyrir að hitti stelpun sem vinnur í einhvers konar gleraugnabúð hún sagði bara, heyri, hvað er það að gera þú ætti að vera löngu búin að fara í mælingu eins og núna er ekki með gleraugun og ég er hér sko og hún sagði þú ætti að vera löngu búin að fara í mælingu hjá auglækni, ekki hjá einhverju fólki sem vinnur í gleraugnabúð optik og þetta hefur ekki okkar maður í sjáðu drulla sér til þess að láta mig vita því 4 skipti sem búin að fara til þess það er nefnilega málið og veistu það, ég held að sjónum mín sé búin að vesna ég er að undirbúa mál komdu með mér í Costco og við förum í Costco og við gerum dagur úr þessu förum í Costco, förum í Skalla Bístró, svo skiljum við bílinn eftir á Mosli þetta er komið á listan þetta er flott sko, en ég fer hérna Fagranes og fer hérna, hún lætur dropana þetta er mjög þægilegt að því að þú þarft í rauninni geta verið eitthvað að segja sérðu setu B heldur hún treður einhvern dropum í auguna og svo fer hún eitthvað varpingur og ljósi í þau og svo bara eftir mínútu varum bara já, hérna er mælingin ég þurfti ekki að giska á neitt myndum á þegar við lokum þessu þætti á leiðinu áður ég fyrir heim að ég þarf að hringja ég fekk tíma daginn eftir hringdur til hennar bara já, ég með eitthvað númer í símanum ég fekk tíma daginn eftir þetta er ég til í það eru líka nokkuð símtil önnur sem þið eru að klára í þetta ég er nefnilega samt fekk þess að dropa og ég fattaði ekki eftir það að ég þurfti að keyra heim og þessi dropar gera það basically blindan það var erfiðasti akstur sem ég tekið á ævi minni þú þarf að hafa sjaufför ég myndi, að því að ég
þetta var ekkert sniðugt, ég fatt að hálfur leið bara að ég væri sjálfur mér og öllum öðrum bara í hættu, sko. Já, bara í hvalfæragöngunum bara. Ég var í alvörinni blindandi. Ég var í alvörinni bara full örgulega líkali blindur, sko, að keyra heim og það var komið myrkur. Þannig að ég er bara heppinn á lífi, en þetta er trikk. Þú fær sjóför, ég skal bara fara með. Já, þú keyrir með mér, þarna fyrir komum kannski við Skalla Bístró líka þá. Ég sé allar leiðir líki fram hjá Skalla Bístró. Já, það er alltaf að koma því að. Í Árbænum. Nei, ekki í Árbænum, þú veist líka í Árbænum, eða þú vilt sjoppulega, eða þú vilt fá avokadóolíuna, þá kíkir þú í þarna Bístró í Ögurhverfi. Herri, þú ert búin að vera að þvælast eitthvað, já, en fyrst og fremst, þá langar mig að heyra smá sko, eitthvað smá örlítið framhald af þarna ég Grannanum? Já. Sko, því síðast að þetta fórum við vel yfir nýja glæpaferilum eða svona svartur á leik ferilinn mín svona storyline þangað þú varst að aðstofa nágranna sem var ekki í góðum málum og fela þýfi inn í geimsli á þér og það er stutt á útgáðan það er stutt og létt og laggóð og hann var ekki þetta var mjög góð yfirferð hjá þér það var svo stressandi eða sko þegar svo er náttúrulega drastlinn í geimslu og ég veit ekkert hversu lengi þetta er að fara að vera svo byrjaði að koma ding dong þá var hann eða bank ekkert eins óþægilt að vera í blokk og einhver bankar ég veit að það er kvíðavaldandi það er rosalega kvíðavaldandi ekkert lítið ég er alltaf viss einhver sem komið stefnu til mín svona fyrir árum einu svona þegar ég var að borga ekki reikninga bara svona stefna og þú veist, eða ég var að hlusta á Syndarseli og ég er ekki par sáttur af því að já, ég skil hvað að meina líka það ég var að hlusta á podcast ég var að hlusta á podcast og sko hann náttúrulega er búin að vera nett óregla hann er fallinn ég held það því miður en ég held, og hann er að banka hann og þá er hann alltaf að biðja búin að vera líka alltaf að vökunni sko. þá fær ég svo mikið gerð ég held hann ekki að sofa í svona 3-4 daga bara no joke hann bankar og er þá byrjaðar að sko heyri mér alltaf til þess að fá að svona sækja eitt og eitt úr geimslunni óþólandi þetta er þetta sammelega búslóð já, við erum komið sambúð og svo bara þú veist svo þarna á þú veist, förstu deginu var ég út á palli að grilla þú veist, þá kemur hann og ég þurfa að opna fyrir mér þá er hann aldrei með leikir eða skilur, þetta er orðið bara svona ég er svona byrjaðar að svona liðveislan svolítið bara já, þetta er orðið markalust þetta er orðið komið yfir öll mörk í rauninni og þú veist, og ég hérna eitthvað og hann er að sækja tölvuna varst alltaf bara svona, hvernig hefur það? Þú veist, varstu komið þanga? Ég nefndi ekki einu svona að náða ég var bara þú veist, það var þreyttur á hana þannig já, og ég spurði hann bara hvað hann sækja tölvuna sína já, hvað er það að spila? CS, já, ok, nice þú veist, bara komið þangað ég nefndi ekki það af því að sko, ég er svo meðvirkur það var hann meira að taka úr geimslunni var ekki verið að bæta í líka það betur fyrir ekki nei, gott og svo hann er ég búin að vera af því að við töluðum bara senast að miðvikudag og þú veist og þetta er bara allt þessi vika og við erum að taka upp núna á 3. degi gegnsæ og þannig þetta eru bara 6 dagar sem er samt búið að vera allt þetta so far herðu og ég hugsa þetta er að fara að vera örglaðan í ár já, þetta gæti árið mjög langur með reykingalyktinni inn í geimslu sem mér finnst þetta smá góð en það er hann þess að dildóarnir og allt þýðið og þannig svo, ég glemdi að taka mynd af því sendi mér bara en svo þannig fæ ég þetta æðislega SMS blessaður hvað segir eitthvað og ég eitthvað, flott spá ég að sækja dótið bara leið og hann eitthvað já, þannig að við förum hann hérna búin að vera með einhverja kærustu sko, komið ný skvísa já, á svona svolítið svona í svipuðum fíling og hann þau er allavega flott saman bara fólk á sama stað já, flott saman myndi ég að segja og við tæmdum geimsluna í sammenningu og þetta var léttir fyrir mig þannig að þetta er komið í bili og ég verð að segja að hann var orðin talsett ferskari já, það var í fyrradag og í rauninni bara hann hefur lagt sig og þegar hann er ferskur, eða þegar hann er skárið þá er hann skárið, eða skilur þá er þetta þú veist, en nú er ég byrjað að fá svona suggestion á Facebook, vilt ekki follow eða vilt ekki byrja að vera vinur hans hann ræklis myndir á hann þar er bara eitthvað svona aflitað hári bara svona, þú veist, svona
svona nýbúin að fara í brungu og við erum ekkert líkir sko, en allavega núna vona ég að þetta mál sé búið jafnvel að hann bara flýti út sveimur þá, hann sko að leigja og bara ef þetta eru einhver lögreglumál þarna líka sko, þá ég ekkert vissum að leigusalinn sé að heyrðu, það komu tveir lögreglubílar en hann sagði að þetta var ég glemdi að segja þér, það var ekki í þættinum þegar ég kom heim eftir þeir senast að þá eftir að við erum búin að fara yfir þessi yfirferð þá, eftir yfirferðina í senastu viku, þá hafa 9 lögreglumenn komið inn 9 lögreglumenn? Hann sagði að þeir hafi farið inn til hans og spreyjað á hann táragasi þegar hann var sofandi hann sagðist þeir að koma með efnabruna og þarna var hann ekki búin að sofa sko. Þarna eru angumyndir og hann var að leiðin upp á Slissó og ég eitthvað þú erum bara að kæra lögurna ekki svona og hann var að leiðin upp á efnabruni að brútal orð en þetta var það sem hann vaknaði við leita þannig út hann var eitthvað, ekki rauður hérna? Ég eitthvað, nei þetta hefur verið einhverjum rangumyndir en þú veist, en gott, ég menna þú veist, ok en svo líka, annað í þessu líka það er bílakjallar þarna og það er allir eiginlega í íbúðinni í þessari blokk, þetta er rísar blokk það er allir með bílastæði, þannig að þetta fara allir bara inn í geimslu, eða í bílakjallaran og út nema hann er ekki með bíl þannig að hann er að labba framhjá, ég er á jarðhæð hann labba framhjá ballinu mínum endalaust, þannig að og það sem hann gerði þegar allt var komið í rugl í miðjurugli, þá klifraði hann yfir grindverki hjá mér, ég var ekki heima og kærastan var ein heima og bankaði á gluggan óþægilegt nei sko, þetta er svo mikið að því að sko pallurinn, hann er frekar lokað sko. Þetta er bara svolítið eins og hann hefði bara komið inn til mín sko. Og sko kærastan mín fekk hjartaáfall eðlilega og leit út og þá var hann eitthvað, getur þú opnað fyrir mér enn og aftur Jesús, ég vona hann taki í rólega núna og ég bara, þú veist, nú bara leggja sig og vonandi þessi kapli búin annars er náttúrulega Syndarselinnir okkar bara fyrstu til að fá update keep it posted og keep me posted og bara vonandi er þetta bara búið eða ekki, ég veit það ekki sjá hvað setur svo fór ég þarna eftir líka sensta þátt þá fór ég þarna ég var að vera tæknimaður hjá Gettu betur og ég var eitthvað slappur og þetta var erfiðast sem ég gert að minni en líka Gettu betur þetta er eitt leiðilegt kannski gaman í sjónvarpinu ég hef aldrei fattað sko, ég er að spá í einu Gettu betur, er þetta það sem þetta var einu sinni manstu þegar Logi er alltaf kóngurinn í þessu sko kóngurinn í þessu manstu þegar, þú veist, við vorum líka með okkar mann, hann Bjössa Björn Bragi hann er mjög góður í þessu eins og sérst í quiz hann er bara ógeðslega góður í þessu það voru svona legend í þessu sem voru ekki og svo var þetta það var alveg einhver stemning yfir þessu ég maður þegar ég var í MK í gamla daga þú veist, ég mætti ekki mikið í tíma en ég mætti mikið í félagslíf og það var meðal var svona Gettu betur sjó þá mætti allir skólinn og þetta var svona þetta fyrir sjónvarpi held ég en þetta er samt klálega fjarandi en ég er að spáði, þú veist, er það nógu sko er þetta búið að uppfæra það nógu vel þessi keppni, er þetta ekki alltaf staðnað gikk? Ég held það og ég held bara með allir virðingu fyrir RÚV og þessari keppni ég meina það er bara, sko, félagið minn er svo fyrir utan, erum við bara með fullt af spurningakeppnum sem að Björn Bragi er náttúrulega með 90% af nefnilega, en sko ég hver er þetta fyrir utan? Þetta er Steinar á Vínstúkunni í framkvæmdum og með svona rússahatt og fín það er sko, hann var Steinar á Vínstúkunni var að banka hérna hjá okkur á veður og hann er þarna og hann er sko í framkvæmdum og er að koma inn, ég veit ekki hvað er að fara að gera sérna sko. Talandi um þetta, við erum að fara að fá þriðja mikrofónin við erum að fara að fá nýjan mikrofón núna í miðjan februar Steinar á Vínstúkunni í framkvæmdum þá myndir þú hoppa í viðtal við erum að fá mikrofón þriðja í næsta mánuði þá kemur lappar ég bara framhjá hvað er að gera? Það er framkvæmdur í Vínstúkunni er að breyta Vínstúkunni? Það er verið að spæna gólfin og svona olía á veggjónum eða fólk er að Vá, Steinar, hlökkum til að fá þig djöfull hlakkaði til að fá þig Oh my god ég hlakka til, gangi yfir í framkvæmdunum Hvernig er þetta tilbúið? Kranin verður tengdur í fyrramáli Þannig að þið heyrið það hér
bara lett við þangað til. En þegar þáttunum kemur út, þá þetta komið, allir á vinstuguna. Ég kem, sjáum þess að skan, bæ. Gaman að þessu. Þetta finnst mér svo gaman við það að vera að taka upp á veður. En að því að við erum í svo lífandi umhverfi. Við erum að fá 3. mæk og þá... Þetta er ekki eins og að vera á einhverju Suðurlandsbraut á X-inu, það sem að þú ert eiginlega bara með Heimi Karls og hinn leiðilega mannin í Íslandi í dag. Sindri Sindra? Nei, ekki Íslandi. Ég og Sindri vorum byrjar að vinna. Við vorum byrjar að vinna. Ég er ekki að tala um hann. Ég er að tala um hann þarna í Gerpið sem er alltaf í líkansræktinni. Gilsinegger? Nei, hann er á Bylgjunni. Hann er svona 70. Ekki Heimir. Hann er ekki alltaf. Heimir er líka mjög flottur. Íslandi í dag. Íslandi, hvað heitir þetta? Allavega, skiptir ekki máli. Ég kemur í ljós setna. Kemur eftir. Heyri, en ok. Þannig að þegar mækurinn kemur eftir mánuði svona 3 vikur, þá hefði til dæmis hann Steinar hérna stokkið í viðtal. Hann hefði fullt að segja. Já, þá verður nýtt, djúðlega verður það gaman að fá 3. mæk og fá svona 3. mannesku. Fá líka í túrista svona inn og spurja svona út í vassbrúsana og lundana. Smá yfirferð fyrir Svangvíti yfir helgina og svona. Já, svona Svangvítarhornið. Já, Svangvítarhornið. En hvar voru við annars áður en allt fór í stemmingu hérna? Já, við vorum að tala um bara Gettu betur þetta er orðið leiðilegt og líka bara svo fólk félagi minn Þetta er ekki mjög syndaselslegt að vera eitthvað í Gettu betur. Nei, ég veit, enda þetta er bara vinnan, skilur við, hjá mér eða þú veist, ég var í rauninni bara að sitja yfir þessu og neyttist eiginlega til að hlusta. En félagi minn er sem sagt að vinna að þessu og hann var að tala um þetta sjálfur bara, nú þarf að bara rífa þetta í gang aðeins með entertainment, þannig að ég trú að Gettu betur næsta ára við fylgjumst alveg löglegt og svona semi-spennt með maður þykir vænt um auðvitað þykir maður vænt þetta er svona þjóðar dæmi en heyrðu, að ég farið við mína ég er mjög á mig og svo fer ég við laugadaginn minn æsispennum Selir halda áfram. Við erum á veður og það komið drikk á vikunar. Drink of the week. Hér er Fig Leaf Soda drikk á vikunar. Þetta er frá 3 Cents. Hér er ég í fyrsta skipti frá þegar við byrjum að taka upp á veður ekki að fá mér áfengadrykk. Já, eða fullt af bakhjálsi. Ég glemdi því. Anskotin. Þú varst að koma rættinni. Þetta er bara ferskt og gott. Góður drikkur. Við látum mynda þessu stóri. Herðu, hvað er gott? Hvað er þetta? Wow, Fig Leaf Soda. Hvað er figatur? Ferskja? Svakit, hvað er flyttið inn? Drykkur, okkar menn, við erum að fara þangað. Í næstu viku tökum við upp þáttar og þar er bar og þar gefum við þess í. Já, þá er dettum aðeins í það. Ég held það. Þá dettum í það saman. Já. Það ekki? Ég til það. Það ekki? Jú. Gerum það. Já, það feb atrið. Það byrju, næsta fem. Jú, það passar. Já, það ekki, flott. Nei, mig segja, já, svo fer ég til Eyja helgina. Já, flottir, þannig við þetta mér. Herru, ok, og ég fæ mig kannski Fig Leaf og hvað heldur að sé, hvaða áfengi drykkur heldur að sé gott í þetta? Gin? Ég held vodka. Vodki? Já, af því að minnst það bara gott bragð. Oh my god, vodki. Já, af því að bara leifa þess að njóta sér. Ég ætla að fá mér, hvaða vodki er drykkur með? Ég ætla að fá mér einhvern vodka sem drykkur er með í Fig Leaf. Drykkur er sem sagt fyrirtæki sem flyttur inn áfengi sem við elskum. Og við elskum þá líka. Talað um shoutout á þá. Ég hitti þá sundaginn. Já, mér þykir svo vænt um það. Já, þeir eru aðeins. Mér finnst Fribbi og mér finnst þetta svo flott kombo. Valli og Fribbi. Þeir eru það sko, ég er að tjekka hérna. Herðu, þú verður svona, þú laumaðir inn hérna, þú varst að tala um ærismenn á það. Það var tannlæknarvissin á mér í gær. Ég glimti, ég ætlaði eiginlega ekki að nefna það. Þú verður að nefna það. Já, en ég sem sagt að þetta var eiginlega bara þegar ég var bara halvviti og ætlaði að vera... Varst á æris? Einhver gæi lægi og það var einhver að fá sér flöskubjór, fá sér eitthvað í flösku þarna og ég var eitthvað, komdu með þetta, þú ert ekki að taka upptakara bara þjótt, eitthvað svona... Hvíldu upptakara mín kona. Kom svona Bibbi Mortens í mig. Já, hvíldu. Já, komdu með þetta hérna. Komdu með þetta. En þarna ég ríf upp tennurnar á mér, tek hérna, být í og brýtur. Tönn. Fuck. Allir voru bara einhverja, neina, þú ert ekki að gera þetta í einhvað. Komdu með þetta. Já. En við þau, en sást þetta, sem sagt, þú veist, var sín. Já, ég meina það augljóslega sást það, ég fekk bara verk, bara þetta fór bara beint í og ég bara, en ég bara, þú veist. Ekki segja mér þetta hafi verið einhver sjens. Nei, þetta var ekki, sko, þetta var bara einhver ókunn fólk, ég var bara, ég veit ekki hvað er að mér, sko. Ég fór ekki, þarna verið í einhver rofi. Ærismenn dreifur þetta úr fólki. Já. Ég félagi minn, bara fyrir nokkru vikum.
að Ærismann gerir það stundum, sko. Ég verð 10 sinnum fyllri því lappin á Ærismann. Það gerist bara eitthvað í stemningun. Það bara lyktin, þú sko þefar aðeins svona bjór, fjúms og verður bara ölvaður. En félagið mér var þetta fyrir nokkru vikum og honum fannst þarna sniðugt að fara bak við barinn sjálfur og dæla sér bjór. Já, það hefur nú ekki slegið í gegn held ég. Nei, en sko, sérðu svona hvað Ærismann getur verið hvað þau fyrirgefa. Já. Þau gera það. Af því að þarna var hann var bara hent, bara drullar út á gólf og ekki hent út. Nákvæmlega, ég rændi gítar af trúbátur. Já, og ekki hent út, eða þú náttúrulega hljóst út. En svo gerði hann þetta aftur. Já, tvisturinn ekki kannski alveg. Það til líka búin að mjölka þetta. Og á gullu. Já. Komin á gull og þarna var rautt. Þannig að þarna hentuður honum út og hann eitthvað svona reif eitthvað í einn austur-evróskan Þetta dýraverið sem ég myndi ekki Herru, þeir voru svona 4 tók hann bara niður og hélt honum og hann eitthvað mjög full harðhendir ég bara, come on þú veist, býst ekki við því eftir eitthvað svona atriði. Já, líka bara mjólka brandarann sko. Já, og ríf eitthvað hans í dýraverð þannig að það kom löggan og hann fór aftur í bíl en lögga enn og aftur það getur svo gott að búa í Íslandi hann hefði hann getað lent í einhverju gúlagi í Rússlandi en löggan spjallaði bara sviðan og ég held þeir hefði sko nóana að gera. Já, ég að segja, þú veist, hann satt hann aftur í og þeir eitthvað, já, þú veist, bara eða hann heppinn að það hefði verið nóana að gera af því að þeir eiga líka til, held ég að þegar þeim leiðist að þá bara eitthvað, fyrir með hann på stöð. Já, kannski, en sko en ef þú lúkkar á ágættur og Hjalla var stjóra að hafa eitthvað að gera í dag já, smá paperwork en ef að sko, hann lúkkaði bara í lagi hann var bara eitthvað, þú veist, spjallaði strákana og þeir hafa reyndar ekki, en þeir hafa séð að vera í lagi með hann og hendur hann bara út og þetta hann slapp og við sko að sögðan, ekki fara aftur á Æris. Nei, svo er það. En fannst þetta ekki flott? Heldur hann sé komin í bann? Nei, hann ekki það mikið. Sko málið ég verð að segja eitt, svona bareigundur, bara taka þetta til ykkar, þar sem þetta nú þátturinn veitingabransan. Ég á það til að vera smá þreyttur á sumum bareigundum þegar þeir byrja að væla hversu fullt fólk var helgina. Já. Og ég verð að segja, ég alveg tala taki ykkur taki, þið eru að selja brennivín í fólk þetta bar búum á Íslandi bara ég mani einhvern veginn þegar fólk var að væla sko yfir því hvað Víking var alltaf hellaðar á börum einu sinni eða vini mínir, bara nokkri vini manns voru, að ég og við bara, ok, hvað við hópurinn vorum hellaðir ég voru oft bara eitthvað, þetta bar og þið eru að serva okkur þið eru að dæla vín í mig þú veist, ekki taka mig og dæma mig hversu drukkin ég en ef þú ætlar að kvarta yfir þessu líka og fyrir utan það líka, þú veist, við höfum aldrei verið leiðilegir eða vondir, bara gaman stundum of gaman, en stundum læti það verður aldrei verið slagsmál í okkur aldrei, þannig að með það skipta það má væla við slagsmálum en ég bara þess að ég er að segja bara svona já, þú, eða ég líka, þú veist, þegar maður var svona upp á sitt besta í þessu og maður kom eitthvað svona og þá var maður kannski að koma kannski á sunnuti og fá sér vafréttan einhver staðar þú veist, þetta er fullir í gær, já, eðlilega þú varst að gefa mér áfengi ég var líka bara til 4:30 á barníinu ég pantaði það á 6 fernet sko ykkur í býstu ef þú ætlar að kvarta yfir þessu ef þú ætlar að kvarta yfir þessu þá þarftu bara að hendi bandarísku eða finnsku regluna eða sænsku og norsku bandaríska, já að ekki overserva ef þú ætlar að sko norsku og sænska leiðin 2 drykki max og svo út og þú mátt alls ekki overserva og það meira þess að koma njósnarar frá ríkinu. Já, sko þú veist í Svíþjóð eru svona vaktamann heitir þetta. Já. Þar þetta þannig að ég og Víkingur talandum og einn annar félag okkar vorum eins og út í Svíþjóð og við vorum held í Stokkólm komnir í bann á svona hverjum næsta stað og það var ekki, við fórum að happy og bara þegar við vorum að tala þessu hátt þá kom svona vaktamann, vaktmaður og hann var klæddur eins og hann var í her í hernum. Óþolandi. Já. Og í stunguvesti, klukkan 4:30 í Stokkólm og við erum aðeins örlítil upphækkun komin í okkur og þá kemur sér vaktmann I think you have had enough og ég bara í alvöru tala þetta getur ekki verið en veistu hvað þetta gefur á sér? Já, enginn og fullu bara heima já, þú fyrir heimtíðin og þarna þannig að sko, það svolítið verið að fela öll vandamál sko þarna ég það er satt nei, alveg, þú fær bara heimtíðin og hrýnur í það þar þú þetta er einhvern vaktmann sem að þýði það að þú ert alltaf einhverju gardínu fyllir í spyttu í kojunni og hvað enda það? Sjálfsvíg enda líka með hærri sjálfsvígstíðum eða heimilisofbeldi, sjálfsvíg já, alltaf vonda sko,
og svo er þetta líka sem Finnlandi og þú veist, en eins og ég segi, þá er sko ekki bara svona vaktmenn heldur þú veist að fara sko njósnarar út og panta trjádrykki. Ég trúi því ekki Finnlandi, nei, ekki Finnlandi, ekki mína menn. Nei, bara það var strangt sko. Þetta, þú hefur lent ykkur á mondum, það hefur verið þetta eru einhver yfirferð. Já, kannski, en það var alltaf það sem já, ég fekk að heyra, kannski lígi. En ég ætla að fara til Helsingi bráðum. Já, kannski þetta, ég var í Turku, þú veist, ég minna, en allavega, þannig að þetta er allavega það sem að gera svo Irishman, ég misti smá brótutöf flísutönnunni og félagin lendi í löggu. Þetta er bara góð yfirferð fyrir Irish, sko. En þú ert búin að vera að þvælast eitthvað þessum, sko. Ég fór laugardaginn. Ég fekk svona klassíst svona, ég verða viðra með hans. Þú ert ekki nógu duglegur, ég bara fyrir fýtt núna ok, það er rétt og fýtt svona að kíkja út og ekki þú veist bara í eitthvað svona crazy það er langt síðan Danni Blakkadug já, nefnilega ég held að séu mörgar ég held, já, og er það ekki, jú, það er ekki bara jákvæmt ég vil sjá hann einu sinni aftur þú fara eitt spari já, ég vil sjá hann af og til í Faró, eitt kvöldi í Faró það er ekki fín regla að fara í Blackout útlöndum og rólegur heima nei, en ég fekk svona þurft að viðra mig og eftir svona verðskulda við og risa shoutout á Reykjavík Brewery í Tónabíó þeir eru að selja kippur hvað er Tónabíó? Þetta er bara móti, þetta er á skipoltinu veistu ekki, bingo það sem að Tónabær var? Já, bingo það sem að bingo bær var? Já, kannski þetta Tónabær Tónabíó, ægum ekki whatever. Þetta er allavega Reykjavík Brewery okay. og eru þeir komnar í salin stóra? Já, þeir eru bara svona andrinu og í kjallarunum, það ekki? Nei, bara leiðalabarinn, það verður bara það og þar hafa verið tónleikar og þetta er mjög næs mjög næs ég vissi ekki, ég bara síðast því ég fór þá voru ég bara í kjallarunum að það við Heklureitin já, en þeir eru komnir upp núna hjá bingo ég þarf að kíkja en þetta er bar og þarna getur þú keypt sent á kvöldin bjór beint úr bíli beint úr beljunni og við höfum það ekki og þannig að það bara að brugga bjórin bara 2 húsum frá sko. Og svo þannig að ég bara kíkti við þangað og keypti bara kippu bara á vínbúðarverði skilur mig og klukkan var 8 kvöld skilur, þetta er svo mikið frelsi ég veit það meira svona og shoutout á barþjónin af því að ég var með 3 skall í beinhörðum og var eitthvað bara fá hérna kippu og svo sá ég að ég gætt bætt 1-2 við og ég svona hvað get ég bætt mörgum við svo þetta sé bara 3 skall hann eitthvað taktu bara 8 við förum aðeins yfir en ekkert stress svona slagur svona, ég taktu bara 1 auka svona mega chill og ég eitthvað, wow, flottur en nei, ég fyllir félagið minns og við fáum okkur nokkra og svo fyrir við í bæ við ætlum að hitta þarna vinkonur okkar hérna er Rósa María og þær stelpurnar þetta er svona æsku vinkonur mín og það eru svona skvísjur þannig að ég spyr svona hver er þið eru það allar í einhverju skilnaðarferðlið ekki? Einhver af þeim? Að sjá, betur ég að hugsa nei, ekki skilnaðarferðlið þannig en gefum þessu smá krakkarnir eru ungir það er víst sko 2,5 árs já, þetta er 27 staðan er víst að þú átt að bíða þannig að krakkin yngsti er orðin 2,5 þá máttu skilja hvað er krakkin hjá henni komil? bara árs eða eitthvað ok, Rósa, þú ert 1 aldar eftir og þá ferð þú á kaffibarinn að það er hverja helgi með 5.000 skallin þannig að sko svo það er á Gilligog og ég bara og ég eitthvað by the way þrótt ég var ekki að heyra gott Gilligog daginn og ég er ekki hrifin þetta er orðin einhver krakkabúlla nei sko málega ég er eitthvað, ég nenni ekki að hanga hún er eitthvað, þetta er bara okkur kósi, við sittum bara í hotninu við erum með borð já, það er nefnilega málist, þegar ég fór þarna ég bara farið þarna 3 sinum og þá var það þannig að þetta var bara úsla ræs og það er kannski fyrir svona 1,5 ári þau breyttum stefnu þetta er náttúrulega helluleg og hver er stefnan eiginlega? sko, þeir eru mjög dýrum reyti hérna dýra sér reitnum það sem að óal var hérna steikbúlan bara á Austurvelli og að þetta er svo þá sko getur hún ekkert fengið eitthvað í kassan á einhverju svona happy hour hvítiskonum þannig að núna er hann að fylla hann í úlingadjamið til þess að sé keyrsla á barnum og þau getur þannig að þessi fallegi staður með þrándarlistaverkin og allt þetta Gatsby, bara þema er þetta bara orðið að einhverju bara B5 bara
Já, og yngra Nei, já, ég er kannski verið eldri Svona handrukkarar og svona Nei, bara einhver krakk Það var svona, mér leiði eins og ég var einhver balli einhver svona menntaskóla balli en sko, hann að ég svona brýt átta aflæti mínu og renna þarna við og svona, ok, tjekkum á þessu Það er röð Já, nei, þarna stoppa En ég eitthvað, ok við náum rétt svo að fara svona á undan röðinni og þá komum bara lína fyrir aftan okkur og ég eitthvað, ok, prófum þetta gæðin fyrir framan okkur hann þarf að skýna sína skilríki þannig að hann er komin í Íslandsappið og hann er að fara í heim hann er að fara í rafræn skilríki og hann er að fara í auðkennisappið og hann er að komast inn á Íslandsappið og netið ekki að virka já, hann var í svona 5 mínútur og ég var bara hvið minn góð svo loksins þegar hann fyrir inn þá komu að fullt segir dyravörðurinn að fullt og ég segi vingjarlega sko vinkonur okkar eru bara inni þar eru með borð þannig að þú getum bara sest hjá þeim ekkert stress nei að fullt segir hann í fílu bara, hann er ógeðslega leiðilegur og ég eitthvað, ok skílan alveg, þú veist já, en ég verður svona ég hef trúað okkur með að við krakkana sem voru þarna og ég, svona 34 ára gaurar, eitthvað svona vinkonur okkar ég myndi bara vera næst þarna bara vinkonur okkar eru í hotninu bara fullorðni menn ég er að segja það, annað hefur verið eitthvað svona 2 svona guttar eitthvað svona ég veit það ekki, það var ró yfir okkur og bara mjög dannaðir á þig en hann er eitthvað fullt, hann er ég eitthvað segi félagin mér bara við erum ekki að fara á þess að skítabúlu þetta myndi ég gleyma þessu og ég sagði þetta smá, hann heyrði þetta ég var smá fúll, þannig að ég næði ekki svo skítabúlu og við fórum, hann á komin sko bara röð af börnum bara niður eftir og þá segir vinkona mín að við getum farið bakvið eitthvað og ég eitthvað, ok, tjekkum hana, förum bakvið fullt bara eitthvað ég nennus ekki og þarna bara það að hafa sérst að fólk hafi séð mig þannig að þú veist við erum eitthvað í röð og gillíkó mér leið svo kjánalega, ég er bara ef einhver sem þekki mig hefur labbað fram í það ég þarf bara að afsaka mig fattar hvað ég meina? Já, þú hefur alveg þurft að gera það sko. og þannig að það breytir stöðunni það er að fara á bar fara á enska já, til þess að jafna út lemmi reykingasvæði vel gert, það er mjög góð jöfnun það er ógeðslega gaman að lemmi maður kaupir sér þarna bjór, fer beint á reykingasvæði en er ekkert endilega að reykja þarna er maður svona hálfpartinn úti og þú fari reykingar ilminn sem að þeim er skoður mjög góður og svo sendur þarna með fólki og drekkur bjór og það er ekki og há tónlist og mér finnst það bara ógeðslega, ég fíla alveg með alltaf eins og kannski vita er bara en heyrðu, svo koma guggurnar og það eru náttúrulega allt fínar fyrir lemmi þetta er ómikið fyrir þær að fara af þessum en þeir eru alltaf, sko, ég hugsaði það en það eru alveg, það kom alveg í pelsunum það er haft gott að þessu það kom í pelsunum og þú veist, fíluðu þetta alveg en svo vorum við búin að fá greitn og svona, ok, förum okkur setjum sniður og væntanlega förum við þá fyrir á röngun og ég býtu inn og út því þarna löpum við inn og þarna er dansgólf og það er þarna háar tónlist og ég bara, ég vil bara spjalla við vini mína þarna fæ ég bara kvíðagas sko. við fórum bara beint út og fórum á Daisy og ég elska Daisy ég líka og við fengum hana huggulegt borð, svona hátt borð og pöntum bjór og þannig sátum við og spjöllum gamla góða tíma, þú veist, þarna var magic skilur við, það var til magic sveigurum til þess að fá magic og þarna hitti ég nokkra hlustendur já, sko barþjóna, það var einn sem að kom og þú varst ekki alltaf ánæði með Lólu sagði, sem að er með þetta en varst ekki ánægð með Lólu? Nei, það var svona mamma, það var miskildi sko. Já, einmitt, það var mamma og ég eitthvað, það er þetta mamma mín en ég þarf að prófa það, því ég hef heilt mjög góða hluti líka það er bara saumó hjá mömmu sem að var eitthvað já, ég er bara búin að fara 2 ára og ég bara get ekki lofaði næsta já, þú ekki, nei, get ekki ég get ekki lofaðan meira. Ég get ekki lofa meira. Já, geggja, já, mér líst ógeðslega vel á þetta og eins og ég segi, það hefur bara ofta kannski á saumó en ég ætla klárlega að fara að borða þarna bráðum. Já, en þú kíkti nú við samt á sundaginn. Já, það er náttúrulega málið, út af þessu spjalli, því að við fórum að spjallum og ég eitthvað, já, ég þarf bara að prófa þetta og hann eitthvað, ok, þannig að þau voru að kynna nýjan kokteilseil daginn eftir og hann býði mér yfir og ég stendi stóru orðin. En svo hitti ég líka Er hann komin hann Daniel Loddsson, hann er komið þangað ásamt einhverjum nýlegum held ég svona, hann var alltaf með þeim strákunum á Daisy og þessu bingo og það er hann þá hættur þar ég veit það ekki að því að svo Jakob sem var á þarna bingo, Jungle sem var á staðnum sem þú varst á Daisy, ungleikastaðnum já, Gilligog, sá Jakob, já það var Jakob, hann er líka hættur það eru
sviftingar ég skil samt vel að hann hefði hægt þetta er flotti barþjóð sem það bara að gera flotta koktela hann þarf bara að fá stað til þess að gera góð koktela ég vona að finna stað fyrir gott fólk hann alltaf hættir þarna, ég vona að finna stað hann var skilja að vera á góðum stað hvernig er að gera vodka Red Bull fyrir einhver börn skilur ekki en sko en allavega, þannig að þú ferð þarna á Lólu en sko fyrst ég er ennþá á Daisy nefnilega því að svo hitti ég strák og hann hlusta líka og hann eitthvað svona hann var smá svona súr sko að því að hann fannst þarna sko hann þarna má segja þetta Símon? Og hann slúður að hann Daniel Oddsson á Lólu, hann er byrjað hjá Mekka við erum að droppa þessu hér heyrðu fyrst hér bara ef þið vilja á samband Símon kom með síman með notes hér er komið glæni sölumari á Mekka endilega hafið samband leið ef ykkur vandar slúður ef ykkur vandar Fenni Branca, Jack Daniels bara þú veist þið hafið samband við hann minnst þetta gott sæning hjá Mekka mjög flott sæning en hann var stemningsmaður sem var svolítið svona henda með Jack Emily en hann var greinilega hann eitt barþjóð sem vill ekki dag endla sig var hann súr? Út í hópinn? Hann var eitthvað svona, hann fannst leilt sko, hann fannst erfitt að gera þér til geðs hann fannst sko eins og það er ekki rétt, ég er mjög ég sagði að Daisy væri bara einn okkur uppáhalds og við hefum haldið þarna ásatíð og munum halda aðra og hann eitthvað svona geggjað það er eitthvað miskilið sko en það er bara gaman að hvað mikið af barþjónum að hlusta bara meira hlust en það er mjög, en ég bara ég kannski ef ég gef það væp frá mér að sé erfitt að gera um því geðst þá er það bara, ég veit það ekki en þú veist, það er ógeðslega létt að gera með þetta geðs. Það þarf að gefa mig smá mat og einhver svona drikk að hverju sem er. Þú veist, þá er ég bara eiginlega ánæður, sko. En ég meina, en sko, ég held að við lesum samt langmest við lesum, við tvei finnst mér, við lesum langmest í rauninni í væpið. Í því hvernig manni líður á staðnum þess vegna höfðu við líka mathallir af því að þú veist nefn í Smáralindin er þar þú ætti þér að fá með sæti þar það var ekki laust að sita með mér þar ég er búin að fara 2 í dagdrykkjur það er ógeðslega gaman en þú getur alveg búið til flott væp kannski með mathöll en þú getur ekki sko en staðirnir individually get ekki verið eins miklu staður og þeir gætu verið það er bara partur af þessu þannig að sem er bara alltaf lagi en ég með þykir alltaf langt mest bara eins og lappin og veður ég verð samt að segja, ég er búin að fara núna 2 á bara sorry ég grípið fram talandu staðnar Hrefnu, Sætran okkar kona, La Trattoria sem ég var með einhverja stæli í byrjun því ég fór að í Hafnarstrætinu nú er ég búin að fara 2 í Smáralindina og abavum mér finnst það gott mér finnst það geggjað ég er mjög hrifinn ég er ógeðslega þetta er eiginlega staðurinn minn þegar ég fer í dagdrykkju í Smáralindina þá er raunur sest ég bara þar hvítinsflaska fæði mér örlítið einhvers konar pasta tiramisu toppmálum ótrúlega gott aðra hvítinsflösku skil bílinn eftir tek leið 2 heim með tiramisu to go Hrefna Sætran gott mót og sko og þeir eru líka með langan Peroni sem er óslega gírnilegur á krana mér skaman að drekka Peroniðar en líka þetta er petit friendly stað því að þau eru með stóra skamt fyrir íslendingana sem vilja hakka í sig pasta svo eru þau með svona minni útgáfu af sama rétti það er nóg fyrir mig við förum þangað líka í februar, nóg að gera en hugsa hvað þetta er flott fyrir mig ég veit það verður að hugsa petit ítalan en það ítalskum staður heyrðu þið, en allavega þannig að þú ert þarna og það er einhver og sko en Daisy geggjaði staður bara please ekki fara of mikið þangað því að mér langar að halda honum nei, en veistu hvað ég ætla að mæla með nú ætla ég að mæla með bara fyrir stemningunum Daisy það getur til ykkar Jónas og Kó ég myndi gera, nú myndi ég apa rosalega vel eftir því sem að Svangvít og þarna Símon er að gera hérna á veður og ég er mjög hrifinn af þessu það er bara þegar fullsetið þá er fullsetið ég held að þeir geri það þeir gera það mestu leiti, þeir myndir að vera þarna þeir passa vel upp á að því að það er bara það mynda stemning og þú ert að fá returning customer 100%. Þú ert að fá customer þú veist kunnan, þú ert að fá
kúnnan sem kemur inn eða gestin og öllum líður vel sem kemur inn og hugsaður vá hvaða gaman einna hinga kem ég aftur hér líður mér vel en leiður ég mæti sko inn á röngjan kaffibarinn eða þetta er það skemmtist það er öðruvísi en kaldi gott en veður hefur ekkert alltaf verið nefnilega svona þannig að þú veist þetta er óslega jákvæð þú veist veður hefur verið þannig að þú ert bara bak í bak einhvern veginn að reyna að fá þér og þá áttu slæma upplifun og þarna er munurinn einmitt, þú veist munurinn á röngjan og kaffibarinn er að þarna er það bara farin að skemmtist það, þannig að þú getur ekki gert það að kröfu nei, bara kókin á baði og helst fólk að úða í sig einhvers konar eiturlöfum á baði komið tilbaka, hrest og dansi hraðar undir takta Símons þannig að spila fleiri gestir en þannig svo, þannig að daginn eftir þá mæti ég á Lólu að skoða nýja kokteilseðilinn og ég var ótrúlega ánægð með þennan seðil hann var rosa flottur, sælvinur kemur í legend annað, Bragi Bragi Skafta, þurfum að fá hann aftur þegar við fáum þriðja mæk næsta mánuði langt sinni ég séð hann herðu, tökum smá pási ég ætla að segja hæfi Braga örlítið pása komin aftur smá innskottiðna, Bragi Skaftason þetta er svo lifandi svæði svo gaman að vera á viður, af því að það er bara fólk að labba fram og banka upp á Bragi Skafta sem er með krónikunum núna hann var alltaf með vínstúkuna hann var svo sem opnaði viður vissu það? Nei Bragi Skafta var einn af þeim sem opnaði viður þetta er geggjur típa og hann var með alla kláma með klúbbana í gamla daga og þú veist þetta en ég hef ógeðslega góð hluti krónika í Hamraborg það er hægt að fá pítsu þar þetta er í þémanum mínum þannig að við myndum kannski byrja á krónikunni fara á Mosley og svo endum á Katalínu þetta var Bragi að stinga upp á en hvað við gerum þetta bara næsta miðvikudag þegar við erum búin að taka upp við erum að shake upp á þetta þetta verður gaman að sem miðvikudag smá ársatið í okkur er ársatið? Það er alltaf þessum tíma árs já, það er ársatið í okkur næsta miðvikudag þið vitið að okkur hlustum er góður svo tökum við strætó saman leigubíl og endum á veður ég ætla að segja líka að því að við erum svo mikið ógeðslega skemmtilegum hlustundum þið vitið á okkur hérna flakki á miðvikudaginn við verðum live við verðum bara hérna og við getum nú alveg hendi tökum eitthvað góðan hóp með okkur og gerum eitthvað úr þessu tökum á Símonum og Svangvíti og flerum við verðum hérna í Hamraborg til að byrja með og svo getum við bara byrjum á krónikunni við getum planað eitthvað góðan dag fyrir þetta, ég ætla að fara í þetta á leiðinu út aðeins að plana í nótt vákamil í þjóla á þetta við líka, heyrðu en allavega við erum á og sjárat bara Bragi Skafta takk fyrir að gaman að svaðin þið farið þarna á Lólu en þannig að þú ert búin að vera þarna á Daisy svo fyrir bara heim og hugulegheit og þarna er búin að mæla með að kíkja á Lólu vegna þess að hvað er komið nýr barmenni og þeir eru með loka alltaf á sunnudögum og mánudögum en þetta var svona fyrir smá bransa eitthvað og ég kíki og ótrúlega flottir seðil mjög ánægður og smaka þarna dillkoktel sem var frábær og bara allt upp á 10 sko. Eitt kokteil sem var með selleri og jarðaberjum það virkaði rosa vel saman þannig að mikið af frumlegu dót í gangi og þetta bara og hver er head bartender? Ég held þessi Daniel Oddsson bara maður þáttarins Ragnar Erlusson Ragnar Erlusson er yfirbarþjóð en hvað var Dan að gera það? Bara að vinna það? Takk aukavakt af því að hann er greinlega komið til Makka við tjekkum á þessu finnum út í þetta er flottur bíósalur, mjög flottur mjög smart og mér er þetta bara huggulegt að þinni, flottur rými ég nefnilega er smá ánægður með hennar stað búin að fara tvisvar, einu sinni bara í drikk og einu sinni að borða ég fór einu sinni þegar Rapp Sonsson var að borða það kom ég bara þegar hann var búinn ég fekk síðast að desertin með þeim og drikk og svo fór ég að borða þarna það sem mestmengnis ég er ánægður með hennar stað er í raun og veru að hann sé að ganga upp vegna þess að þetta er ótrúlega erfitt svæði að reka stað á ótrúlega, eins og gekk nú ekkert allt og vel hann hjá þarna mömmu Don eða amma Don eða Anna Jóna Anna frænka fyrsta lagi, þú veist, þetta er eitthvað skýrt í höfu og mömman sem heitir Anna Jóna, allt í góðu fallegt. En þú veist, ég ætla ekki að skýra stað sem heitir Guðbjörg Sveinsdóttir það er líka Guggasveins það er öðru sér staður það er koma guggunar þarna er staður en allavega það var eitthvað líka við væpa á þessu stað sem var ekki skemmtilegt þau voru ákveðið illa hann er bara ekki úr veitinga geira nei og hann var með mjög lélega starfsmanna hugmyndir starfsfólk má ekki segja staðinn það er ekki lagi það er raun og veru að því að fyrir mér getur sko starfsfólk búið til staðinn
Já, að myndast community þú veist, þegar fólk ekki að vinna þá getur verið stemning að fólk ekki vinni sína með þetta, og það myndast, þú veist, með einum starfsmanni getur komið 5 vinir og svo bara upp úr Mitt besta reglan að vera að þú mátt ekki skrifa þig en þú færð afslátt og allir viniðinir þannig að þú ert líklegri til að taka viniðina og ég þú ert í raun og veru bara alltaf að gera starfsmanni greiða með því að ekki skrifa hann. Ég er að segja það, það er bara svona til að hafa vit fyrir þeim. Þú veist, það er bara alveg ömulegt alltaf í hvers mánuður, þetta hefum við nú lent í og brent okkur á í mörg ár. En þess vegna þegar ég hringdi stundum í strákarna sem ég var að vinna fyrir og sagði bara, af hverju fæ ég ekki útborgað? Svenni, það er að þú ert í mínus. Hversu mikill er mínusin? 170 skall. Ok, allt er góður. Eftir mánuð að vinna. En líka mitt með afslátt þá kemur með vinina og þau fá líka alveg smá afslátt og þú veist, þú ert bara að keyra staðinn þannig að þetta voru svona grunnmistökin í honum og svo var þetta bara ekki nógu spennandi þetta var boring þetta var eitthvað svona bistro-seðil sem var bara ekki að virka þá er það Siggi Lauf kemur sem er með íslenska andlit á Íslandi jú, hann er með þetta en mjög góða kokkur innbrett svona en þarna það sem að ég held líka sér málið með Adna Halla sem var með þetta ef þú ætlar að opnast á Íslandi en rándýrst hellaði kostnaðar þarft helst að vera með vinadíla hjá öllum byrgjum og ég veit ekki alveg hvort að hann hafi haft það hafa hann ekki komið út hann fóð bara mínus á þessu Nei, hann alltaf bara áfyllt af peningar hann hefur bara verið að dritt út en allavega þetta virka ekki, en þannig að ég er ánægð með að Lóla virki og Lóla er náttúrulega svo Lóla líka bara framúrskarandi ef þetta er ekki að fara að vera allavega recommended by Michelin Búksjóðum Dóri eða hvað sem þetta heitir þá skal ég 100 sko, því að þetta er bara geggjaða seðill, geggjaða matur og ég fíla líka að hafa bara hringborð sammála eins og flott gott þema, það líka passar í umhverja því að þetta er svolítið svona spænsk áferð svona á veggjónum og allt er svolítið svona curvy þannig að make a sense að borði, flott hönnun en ég líka rosa hrifin að þessari pælingu að koma með tiramisúið bara á bakkanum og gefa það bara slummu beitt á diskinn, þá getur líka beðið meira þetta er geggjaður staður sko en ég var mjög hrifin og ég mæli með nýja seðlinn er komin í gang og tekki bara á þessu Heyrði, talandi að því að við erum með vínstúkumennina ég fór á vínstúkuna daginn þegar ég var að fara í morgunflug daginn fyrir þetta var á miðvikudaginn síðasta þegar við vorum búin að taka upp þá fór ég, fekk mér okkur drykki svo var ég að fara í morgunflug og ég hugsaði, ég var að fá mér eitthvað að borða og ég fór og fekk mér kjötbollur á vínstúkunni, 1 vínglas og kjötbollur ég skal vera í boði, í tómata eitthvað vá, gott, ég elska kjötbollur þetta er bara 10 og 10 bara fyrir hópin að kíkja þannig að þú getur farið þangað í kjötbollur og farið svona á Lólu og endað á Daisy þetta eru svona meðmæli vikunar drikkaseðlinn var upp á 10 ég með þetta rosa góður, við erum með svona meðmæli vikunar hérna hjá okkur í dag þetta er kjötbollur á vínstúkunni kíkja á Lólu og Daisy og já, ég segi að þú farir í smá forri 1 kjötbollur og vín á vínstúkunni farir svona á Lólu í smá dinner og koktela og enda svo Daisy í svona eftir drikki og fá sér líka smá næturmat snast sem er þarna ég bara Corner Market nei, sem er bara brauð með skinku og osti samlokur bara á Daisy þetta grillsamlokan á Daisy en eitt líka við þetta og sem ég vil gefa smá hrós eða svona mæla með þarna kíktu við út á sunnudegi í 3 drykki ótrúlega kósi það er smá rið maður tekur bara kósi dag svo kíkir maður aðeins út í kvöldi ég fór á tónleika eftir þetta, Ari Árelíus mæli með og í Iðnó hann hefði 2 koktelar þarna, 1 bjór á Iðnó ég sá nú einhver félaga mína setja einhverja þarna í story á þeim tónleikum, ég hefði nú sofnað nei, það sem ég fílaði við þetta aðeins og tilhörnakent málið er að þetta var það öðruvísi að það hélt mér við efnið en ég reyndar mætti og það voru 2 lög eftir að settinu þannig að það var þetta er bara eitthvað sem þú mæla með sem ég myndi ekki mæla með þetta er svona kósi heimatónlist þetta er kósi við kjötbollunum þú getur ekki að segja það ég er 100% en mæli með kíkja út á svona date sunnundagskvöldi þá sem nokkar að drikki réttar sig við að því á mánudeginum var ég sérstaklega þú ert timbraður smá smá timbraður á mánudeginum var ég bara orðin brattur veistu hvað við köllum þetta?
mjúglending Já. Og ég ætla að mæla hér með þetta ég ætla að mæla með og þetta alkalegt, já virkar þetta, já fyrir hvort þú gerir þetta alltaf eða ekki ég myndi líka bara gera þetta alltaf ef það lægi þannig við að ég væri alltaf svona að ég veri sko, þú veist, það kannast allir við að vakna svona örkvíðin eftir þingu satt þú veist, ekki þú gerir ekki neitt, þú veist bara að það er einhver kvíðanútur í þér af því að þú ert þunnur algjörlega þá er best að fara með góðum félag út helst félagi sem var smiðkvöldi áður skiptist þetta ekki öllu en það er bara betra og fara hans yfir stöðuna fá sér nokkra drykki þú jafnvel bara 5 bjóra þú verður að fara með einhverjum sem er líka timbraður það er pælingin það þarf að vera manneskjan á svipum stað sko. og fara hans yfir kvöldið drekka einhverjum svona 5 bjóra í róleghjóttunum þú veist, skemmir ekki fyrir að fá sér eitt jakk eða 2 svo verið heim og þú rótast svolítið ég rótaðist bara og mánudagurinn ferskur ég mælu með og líka sko ef þú fer samt í hádeginu í bjór þá gæti þetta farið í vitleysu þetta er 5 þetta er happy hour tíminn happy hour er til 10 sofa ágætlega, fara kannski sund snemma heim já. En já, ef þetta byrja hátinu þá ertu eiginlega það er áður en kvíðin aðrir að þú ert eiginlega ennþá kærulaus að þú eiginlega dettur bara hrinu bara aftur í það já, þetta gerði svolítið þegar við vorum á barvöktunum þá var maður kannski fríi ég var oft í fríi sko sunn mán þá endaði þetta oft svona út eftir vakt og laug afréttar að jam og svo mánudagur bara þrótt já, að þú þurftir að mæti vinnun og aftur ekki séns á að nei, guð mig góður en já, gott að þeir tímar síðan liðinir ok, þú ert að fara ég er að fara til Bandaríkjana já kemur svo það kem bara, já, verður ekki þetta verður mjög bara svona vinnuferð þetta er bara, ég er bara að fara að fljúa og hótelgista heim sko. ég fíla það já kíkja í ræktina það er aðeins að fara í Applebúðina þarna sko ég ætla að segja í næsta þetta þá erum við náttúrulega að fara þá er að fara jamþáttur það er búið að ákveða það og við ætlum að standa við það og það er þannig og það er prógram hjá okkur það er þannig að við ætlum að byrja á drykk uppi drykkur ekki á Mekka, ekki hjá Danílega Mekka sem er nýjast liðsmaður Mekka það er ekki komið fram uppi drykk, er það ekki einhvers þar á Nesinu, Seltjarnarnesinu? Jú, ég held að þaðan ætlum við að fara hitta góðan hópa fólki, allir velkomnir kíkja á þarna í Krónikuna hjá Bragaskafta pizza fá okkur pítsu þaðan ætlum við að kíkja á Mosley drekka nokkra bjóra mögulega fá okkur einhverja franskar eða eitthvað með við erum svangir þar þeir sem eru svona hungraðir og Katalína breyka nefiðin já, réttar ekki nefiðin þú veist, það er bara svona rétt að segja hæ þetta er miðvíkudagur þannig að við gerum ráð fyrir að það sé ekki brjála að gera nei, bara kíkja stemminguna svo tökum við fjarkan, leið 4 niður í bæ og hendum á veður 100% jú, og svo getum við tekið smá bæra það er allt opið svo kannski fyrir við 1 hjól á Irishman kíkjum á Daisy veður Instugan, við reynum bara að þræða okkar uppáhaldsstaði niður í bæ það er allt opið og þetta verður mestmægni sínt á Instagram og þið sendið okkur líka bara að joina á Instagram en ég hlaka mig til, byrjum að drikk þú veist þetta er fínt, við ætlum að taka upp við barinn þar þeir ætlum að setja upp bar fyrir okkur já, flott við fyrir mjög koktel þetta er nú alveg tilefni til að halda þessum ársatið gerum okkur smá prúðbúna og setja já, brunkukrem hafðu ekki ágjörðu því, ég kaupi handa okkur í Bandaríkjunum hotbot ég kíki í drugstore og kaupi þarna í brunkukrem handa okkur þetta verður gaman, fáum okkur góðan hóp tekka hvort að Símon og fleiri vilja koma með ekki spurning við tökum bara fyrir okkur svo heyrðu, takk fyrir það rétt bara að þú kíktur Otto daginn varst ánægður í áðinni já smænskot, nei, þetta er fallandi stað það meiri þess að ég var ekki með svona borga eða skilur það því að félagi með að gefa en ég var samt bara svona þetta er ég ætla ekki ská með allir í vinningu fyrir þeim stað þetta er náttúrulega staður sem að Siggi Lauf sem er með Lólu núna opnaði hann er rosa hæfileikar hann er mjög flottur ég held að með allir í vinningu fyrir honum og fyrir þeim stað menn ég að þá er þetta bara ekki að virka er hann ennþá viðlóðan þeim? Ég held ekki, nei en ég trúi því og held að Otto veri ekki út 2026 hér er spá þetta er mín spá þetta er mín fyrsta veitingaspá ársins já, það er meitt að Otto dett út en maður vonar það samt ekki maður heldur með öllum en ef maður ætlar að halda með fólki þá þarf þetta að gera betur og þau miður hafa það ekki impressað mig hingað til ekki mig heldur, ég var ekki að þetta
fínn matur. Þetta staðir sem ætlaði sér of er með lélega þjónustu frekar lélega og eða svona meira svona bara einhverju krakka þjónustu bara krakka svona en þá getur ekki verið með mjög miklar dýran seðil og mjög miklar einhver svona áherslu á að nú ætla þú einhver reyna að koma sér í þetta Michelin grúpu sem aðri staðir eru búin að gera sko, þú getur glemt því og þú veist Lola hins vegar, já, Siggi náttúrulega bara með þetta en sko, þú veist, ég sko, mér finnst þetta alltaf læg ef ég hef verið að borga fullt verð þá væri ég örugglega mjög full, fattar ég mig þannig að það er the verdict okay. Takk fyrir okkur Herru, takk fyrir okkur, sjáumst næsta miðvikudag, djöðlakaði til Já, líka